sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði við ykkur að þá ætlum við að heyra þessi Heimi Hallgrímssyni og hann var svo kurteis að svara símanum svona seint á kvöldi. Komdu blessaður, sæll Heimir. Komdu sæll sjálfur bara. Hvernig hefurðu það? Bara svona bokkalegt. Það var hansi langt síðan að þú férst að heyra frá mér. Já, ég held ég að hann bara var ég bara ekki sjálf í BVF eða eitthvað þegar þú hringir í mig síðast. Jú, þú ert búin að fá mikið frið fyrir mér. Það er líka nógu mikið að gera hjá þér þessa dagana sér maður. Já, sem betur fyrr, það er nógu að gera. Já. Í öllu saman. Það er nú eitthvað sem að manni datt kannski ekki alveg í hug þegar maður tók viðtalið síðast að þú er á leiðin í lokakeppni Evrópumeistaramótsins. Nei, allir hafi nokkur verið með það í huga. Við vorum að fara yfir það strákarnir á hann að það var nú alltaf sagt hérna, allavega fyrir nokkru síðan að Íslendingar væru fáir til að komast í lokakeppni á stórmóti í fótbolta. Nú er ekki hægt að segja þessa setningu aftur, aldrei. Nei. Og hérna, þannig að það er svona, þetta var kannski meira hugmynd fólks aðlandsliði hérna fyrir nokkrum árum. En þessi hópur er algjörlega búin að slá í gegn og ekki bara það að vera komnefanga heldur, bara finnst mér eiginlega enn merkilega hvernig þeir hafa gert þetta, bæði hvaða liðir eru búin að vinna á leiðinu og svo líka markatalan að vera búin að skora 15 og fá sér 3 en alltaf magnað. Og já, og allir þeir 9 landsliðsmenn sem hafa komið inn og hvað þeir eigi marga líka góða sem þeir geti valið úr. Já, ekki við, bara við öll, ekki segja þið, en bara við getum valið úr ansi mörgum. Ég held að séu 80, rúmlega 80 strákar sem að spila fótbolta á atvinnu erlendis. Þannig að þetta er að verða svona, já, bara ágætis fjöldi og hérna, það er alltaf að fara fleiri og fleiri strákar og með þessi yngri strákar út, þannig að þessi fjöldi á sennilega bara til aukast. Það væntanlega það ekki spila svolítið inn í svona sjálfstraust leikmann eða ekki þegar öll þjóðin tekur svona undir hjá þeim að fylla Laugardalsvöllin alltaf? Jú, þetta er bara búið að vera magna að fylgjast með þessu og taka þátt í þessu. Nú verður svolítið svona með 12 í þessu fjöri hjá þeim og hérna, það er svo gaman að hafa tekið þátt í þessu frá byrjun. Og sem sagt vera á vellinum þegar það var ekki uppselt og svo alltaf smá saman og ekki bara en núna uppselt heldur er einhvern veginn stemmingin alltaf aukast, fólk er að koma í landsliðsbúningum og bláum búningum og með þjóðfánan og nú eru allir færnir að syngja með þjóðsögnum og meira, þannig að stemmingin alltaf aukast líka, er ekki bara það er alltaf uppselt, þannig að það er bara gaman að sjá þróunin í þessu. En nú er framöndan stór verkefni, það er Lettland á laugardaginn og svo er það náttúrulega Tyrkirnir. Hvernig leggst þetta í ykkur, Lars? Ég bara vel, voru svona að fara yfir þetta eins og ég sagði með strákunum og það er svona ofta á þessum tíma þegar að maður er búin að ná markmiðinu. Þá er nú oft svona þannig að það svona sést hverjir eru alvöru menn og hverjir eru það ekki. Menn eru ofta á þessum tíma sattir og fara að vera kærulausir og hérna, gera hlutina kannski á annan hátt til þegar það hafa gert. En svo er aðrir sem er alltaf svongir og vilja meira og hérna, vilja bæta sig og bæta lið og þetta viljum við hafa þannig menn í þessum 2 leikjum og ég held að strákarnir séu það miklir atvinnumenn að þeir fara ekki að slaka á eða vera kærulausir þó við séum búin að ná markmiðunum okkar. Það er þetta stórt verkefni framöndan eftir 9 mánuði og hérna, það vilja allir vera þáttakendur í því, þannig að ég efa það ekki að strákarnir vilja spila góða leikirna heima fyrir framan stuðningsmennina sína á móti Lettum og það eru 8 mánuðir þangað til að við spilum hérna næst á Íslandi, þannig að ég held að vilja allir sína góðan leik. Já, og já, þessi 2 leikir sem framöndan eru, það er náttúrulega Get Lettum og já, Tyrkjum og það má náttúrulega ekkert slaka og það er það ekki fyrsta sæti skiptið voða miklu máli þess vegna að reyna að halda því? Nei, það í sjálfum sér skiptir ekki máli á einn eða einn hátt nema bara sálfræðin að vinna riðilinn fyrir Íslandi bara flott afrek en það sem skiptir máli er að í rauninni að vinna þess að báða leiki upp á styrkleikalista UEFA þegar það kemur á lokakeppninni. Við erum í 4. styrkleikalflokki og hérna
einu möguleikin að við gætum farið upp í 3. styrkleikaflokk að vinna báða leikina og það ætlum við bara að gera og stefnum á að gera. Hópurinn sem þið eru búin að halda svolítið sama hópnum áfram alltaf og í gegnum þessa undankeppni og það verðist engin leikmaður sem ætlar eitthvað að reyna að missa sæti sitt? Nei, ég vona það sem enginn ætlar að reyna að missa það en það sem nú gaman við þetta, það eru svona leikmenn sem að standa sér mjög vel með sínum liðum sem hafa ekki verið valdir en árangurinn hjá þessum strákum gefur tilmyndi til þess að velja á aftur vegna þess að þá í rauninni engin skilið að vera að sparka út af þessum hópi eins og árangurinn búin að vera og en vonandi eins og við fáum 2 vináttuleiki í næsta mánuði, vonandi getum við þá gefa þessum strákum séns sem að standa sér vel með sínum félagsliðum og hafa ekki verið valdir hingað til því að þetta viljum við stækka aðeins svona pottinn sem við erum að draga leikmenn úr og sína það að það eiga fleiri leikmenn tækifæri að komast í þetta landslið fyrir næsta sumar og samanskapi líka að sína þeim sem eru búin að vera í hópnum að það engin örugur það er ekkit örugt þó að þessi er búin að vera með í þessu verkefni að það á engin sæti í íslenska landsliðinu. Eru þið þjálfarnir þá búin að skoða leikmenn fyrir móti eða bara hverju einasta degi? Það er nú í rauninni það okkar vinna að reyna að fylgjast með eins mörgum og hægt og í dag nú bara tækni þannig að það er hægt að sjá alla leiki alls staðar í heiminum bæði beint og svo eru við með forrit sem allir leikir alls staðar eru settir inn á og þannig ef einhver er að standa sig vel eða eitthvað leikur sem við viljum sjá þá bara horfa hann þó að sé ekki beint við erum mjög öll með að fylgjast með öllum þó að sé ekkit sem að kemur í staðin fyrir það að fara á öllin Hafa þá ykkur leikmenn þessuna hér heima komast á blað hjá ykkur? Já, við erum nú að velja 2 úr íslensku deildinni og meðan við nú árangur landsliðsins þá er það nú bara nokkuð merkileg frétt að það skulle vera 2 áhugamenn í þessu landsliði sem eru búin að standa sér betur heldur en til dæmis Tyrkir og Hollendingar sem eru nánast með leikmannahóp sem allir eru að spila í meistaradeild. Þá þykir það nú svolítið merkilegt að það skulle vera 2 leikmenn úr liði sem heitir Breiðablik að spila á Íslandi. Já, þannig að það sýnir það eiga allir möguleika en verður að sjálfsögðu erfitt fyrir íslenska leikmenn að stimpla sig inn í lokahóp fyrir keppninni í Frakklandi vegna þess að það er í rauninni engin leikur í Pepsi-deild þá er þessi lokahópur valinn það verður mjög erfitt fyrir leikmenn að standa sig í einhverjum lengjubikar eða einhverjum æfingarleikjum að vera valdir fyrir lokahóp til Frakklands þannig að það þarf að vera mjög sérstakur svo leikmaður. Þú ert náttúrulega búin að vera núna í þessu verkefni og þú náttúrulega nærða alltaf að fylgjast eða ekki með hvort að menn séu samviskusamir eða ekki, þú vendilega fylgjast með tönnun og hvort allir tannbursta sig eða ekki sem tannlæknir? Já, þeir eru mjög duglegir að bursta sig strákunni. Já, og vaktar það alveg? Ég veit að skoða maður er alltaf í vinnunni. Já, náttúrulega. En hvernig leikmennin, nú er náttúrulega landsliðið á leiðin í lokakeppni, eru þá ekki leikmennin sjálfur á fullu að þrýsta á ykkur þjálfarana og senda ykkur bara myndbönd að sér hvernig þið stóðu sig helgina? Nei, það er ekkit svoleiðis. Þeir vita það er fylgst með þeim og ef það er eitthvað, ef að menn er ekki í liðinu eða hópnum eða eitthvað dýrlíkt þá við viljum svona samband við þá eða þjálfaran og spyrjum út í það þannig að þeir vita alveg að við erum að fylgjast með þeim. Þannig að ég held að þeir þurfa ekkit áhyggjur af því að þeir séu glindir. Já. En það á náttúrulega að vera fullu laugardagsvöllurinn á laugardaginn? Það er bara eins og vanalega, það er bara uppselt og ég vona að þeir sem komi búi til stemmingu eins og hefur verið hingað til en sé ekki að koma til þess að bara til að njóta hennar, heldur komið til þess að búa hennar til og taka þátt í að gera þetta skemmtilegt. Já. Heimir Hallgrímsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara njóttu vikunnar og gangi ykkur vel í þessum verkefnum og það verður fróðlegt að fylgjast með. Takk fyrir það og það var gott sömuleiðis. Já, bara bestu kveðjur. Gangi ykkur vel. Takk. Já, Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, Sunnlendingur að sjálfsögðu. En við tökum áfram Turuspark og næst á dagskrá er það Árni og Refunum. Tilkomin að taka fram treyjuna, skóna og markmannshanska.